Góðan dag, gaman að vera hérna með ykkur í dag. Mörg kunnuleg andlit og þá ég ekki að tala viðskiptavinni, heldur samstarfsfólk, svo það sé sagt. En mitt umfjöllunarefni hér að tala hvað einkennir árangursríkar forvarnir og þið getið örugglega hvert og eitt svara því jafnvel og ég, en mér langar svona að taka aðeins tökuna á því sem í umræðunni í lögreglunni inn í þetta samhengi. Og við hefum til dæmis vorum mjög virk í forvörnum, ég veit ekki hvort þið munið eftir, það var mikil forvarnar starfsemi á vegum lögreglunar, en eftir efnahagshrunið þá hætti það að mjög miklu leyti og fór bara yfir til annarra aðila. En við erum svona aðeins að sækja okkur veðrið aftur af ástæðu sem ég mun fara yfir hér á eftir. Og við hefum til dæmis bara verið innan lögreglunar að ræða hvernig okkar áherslum sé best varið. Það að hafa stuttan málsmeðferðartíma í refsimálum kannski bara besta forvörnin eða eigum við að vera að færa okkur inn í afbrotavarnar forvarnapakkan. Og það náttúrulega bara einfalt að þetta stendur einfaldlega í lögunum hlutverk lögreglu. Það að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna og ríkisins. Og ef við skoðum bara forvarnir í umferðinni, þar erum við einn af aðilunum af mörgum í samstarfi. Það umferðaröryggisráðið, það Samgöngustofa hefur tekið mjög mikið við forvarnapakkanum, tryggingafélög, við erum einn aðilinn, vegagerðin, myndavélar, allt þetta gerir það að verkum að það öflugt forvarnastarf. Þið getið ímyndað ykkur ef þetta væri ekki og við værum bara í því að taka slysin og rannsaka þau eins hratt og hægt væri. Þetta mjög mikilvægt að taka forvarnar og skoða þær og ég veit ekki hversu vel þið sjáið þessa farsímanotkunarglæru, þetta nýleg könnun sem var gerð af hálfu Samgöngustofu, það sem kemur til dæmis fram hvernig menningin að breytast hvað varðar farsímanotkunna. Bara þetta eitthvað sem við þurfum að ræða okkar á milli og mikilvægt forvarnarmál og við getum talað lengi Ég bara nefni þetta bara mikilvægar upplýsingar sem allir hinir þurfa síðan að skoða og vinna með og snýst dálítið það hvernig menningin hverju sinni. Og að því að Sigmundur Ernir ræddi þarna hraðakstur örlítið áðan, þá langar maður að nefna það að ég byrjaði mitt starf fyrir vestan á Ísafirði fyrir mjög mörgum árum. Og þá var menningin þannig að menn voru að metast það hvað ég væri lengi eða fljótir öllu heldur á milli Ísafjarðar og Reykjavíkur. Og það voru ægilegar tölur, hver komst á þetta stuttum tíma. Þetta myndi maður ekki heyra í dag, en þetta var þannig að menningin bara reyna að komast sem hraðast á milli og sá skoraði flest stig sem gat komist sem hraðast. Þannig að þarna hefur menningin breyst, en hún hefur breyst vegna þess að það búið að vera mjög mikið forvarnastarf og mikil áhersla á umferðaröryggi. Síðan það nú almannavarnirnar og við erum öll almannavarnir og almannavarnir ganga út á þetta að sjá fyrir hvað getur gerst, að búa til áætlun, að kalla alla að borðinu sem að þurfa að vera þar, að æfa og þannig að þetta verður hreinlega bara vöðvaminni hjá okkur og síðan að endurskoða. Þetta bara eitthvað sem við erum alltaf að gera og það einmitt lykil fólk í salnum og ástæðan fyrir almannavarnir ganga vel vegna þess að þetta samstarfsverkefni, vegna þess að þetta ekki hólfa niður, vegna þess að hver og einn hefur bara sitt hlutverk, allir komast að og það bara skýrt og klárt hvernig við vinnum þetta. Og það mörg tilvik bara í hverja einustu viku sem það sem reynir á þetta, miklu meira heldur en kannski kemst í fjölmiðla. Og ég til dæmis persónulega mjög mikil áhugamanneskja það hvernig við getum breytt menninguna í samfélaginu með tillit til ofbeldis. Og ég veit ekki hvað ég hafi verið mikið inn í umræðunum farsældarlögin, farsæld barna. En þar sem rauninni byggt á þessum almannavarna sjónarmiðum að samfélagi sem slíkt þarf kannski ekki endilega að koma saman eða allir hagsmunaaðilar þegar kemur að börnum í vanda, þegar allt í góðu, þegar það á grænu þurfum við ekkert að gera. Þegar það gult þá þurfum við að fara að skoða hvað í gangi og þegar það rautt þá ber okkur skylda til að vinna saman. Og það óþolandi að vera með hólfun í því þegar það kemur að öryggi og velferð barna, hvað það veldur barna sem eru annarkvort að sæta ofbeldi eða beita ofbeldi. Og þarna eigum við sem samfélag að breyta okkar nálgun. Og það bara partur af þessum öryggismálum að við horfum líka á ofbeldisvinkilinn. Og ef við skoðum til dæmis bara öryggistilfinningu og öryggishegðun í samfélaginu og horfum á forvarnir gegn ofbeldi,
að þá gerð könnun reglulega það hvernig öryggistilfinning fólks Við erum ekki að horfa á þetta út frá tölum lögreglu þarna, við erum að tala um könnun. Og mér langar að sýna ykkur tölur frá 2021, þannig að spurningin þessi, hvort að Íslendingar óttist afbrot, birtist óttin með sama hætti, grípa þeir sem óttast afbrot til öryggis eða forðunar aðgerða. Og hérna könnun frá því 2021. Og þar kemur í ljós að flestir óttast innbrot. Það eru líka hópur sem óttast ofbeldisbrot, þjófnað, eignaspjöll, kynferðisbrot, efnahagsbrot, fjársvik og rán. Þetta það sem fólk óttast. Vinnuslys ætti nú hugsanlega að vera þarna inni með við tölurnar sem við erum að sjá. Og það sem ég finnst hins vegar mjög áhugavert að enginn virðist óttast að verða fyrir heimilisofbeldi. Vegna þess að helmingur manndrápa á Íslandi vegna heimilisofbeldis. Mjög alvarleg ofbeldismál eru þar. Og við höfum verið ég veit ekki hvort við megum segja sókn í málaflokknum, en það hefur einfaldlega verið þannig að það var ný nálgun í þeim málaflokki fyrir, kringum 2014, kannski náði hámarki 2015, að þá breyttum við nálguninni í lögreglan. Fórum að vinna með öðrum, fórum að vinna með sveitarfélögunum og vinna með öðrum aðilum, stígamótum, kvennaathvarfinu, alls kyns góðgerðarsamtökum og allir fóru saman í að reyna að hlúa betur á þessum málaflokki að þetta væri ekki bara enga málefni hvers og eins. En þess að þegar málin, þau fáu mál sem komu til okkar kasta lögreglunar, það var kannski 7. eða 8. tilviki sem viðkomandi hafði orðið fyrir ofbeldi. Og þarna voru börn sem voru vitni að atburðunum og það sjálfstætt brot, það brot á barnaverndarlögum. Við vorum ekki að taka þannig á þessu, en það gert í dag og menningin hefur breyst mjög mikið. Bara með því að tala þetta og vinna með þetta, með því að vinna öll saman að þessu, þá hefur mjög margt áunnist. Við erum alls ekki komin alla leið, en það ég ofta að svara fyrir þetta erlendis, þar sem að tilkynningum ofbeldi fjölgar og ég fæ mjög oft þessa spurningu. Hvernig má það vera að Ísland sem í efstu sætunum þegar kemur að jafnrétti til kynjanna, með svona hátt hlutfall af ofbeldi. En það ekki bara við, það eru líka Norðurlöndin og þetta kallast Nordic Paradox. En það líka vegna þess að þetta ekki lengur dulið. Þetta komið upp á yfirborðið og það víð skilgreining. Öðruvísi getum við ekki unnið með þetta. Þess vegna fannst mér ótrúlega merkilegt að sjá að jafnréttisverðlaun voru veitt Rio Tinto fyrir 20 núna á síðasta ári. Það var annars vegar útfærsla á fæðingarstyrk og hins vegar var það stuðningu við starfsfólk sem eru þolendur heimilisofbeldis. Þannig að þetta komið inn á vinnustæðina, en þess að málin kom ekkert alltaf til okkar. Þannig að þið í öryggisbransanum þurfið að átta ykkur á því hvað þetta mikil áhætta og ég ætla bara að sýna ykkur það hérna á næstu glæru að ef við skoðum fjölda ofbeldisbrota og heimilisofbeldis og hlutfallslega þróun heimilisofbeldis, þá þetta svona að þegar við byrjuðum 2014 að þá var heimilisofbeldið í 258 mál af 1258 tilkynntum ofbeldisbrotum. Árið 2021 voru þau orðið 913, tæpur helmingur, þetta fór það bil 20% upp í tæplega 50% hlutfallið. Ég að tala tilkynnt brot, hlutfall tilkynntra brota voru áður heimilisofbeldi 20% en núna komið upp í helming. Þess vegna skýtur að pínu skakku við að þetta skulle ekki vera eitt af því sem fólk óttast, en þess að þetta því miður hluti af lífi margra og margra í kringum ykkur. Og þið geti kannski verið þeir sem geta brugðist við, bæði á vinnustað, persónulega og veitt aðstoð. Og ef við tökum aðeins pínulítið næsta vers, sem kynferðisofbeldið. Þar hefur verið mjög mikil fræðsla, samtal, vitundavakning. Ég afsaki stafsendingavillunar. Ég var gæti hafa verið að skoða þáttinn Game of Thrones, þar sem dregunum var stólið á meðan ég var að klára þessa glærur, biðst afsökunar innilega, gat bara ekki hætt. En það eitthvað af stafsendingavillum, sé ég. En ef við skoðum bara það sem við lærðum í COVID, þá lærðum við það að þegar skemmtistöðunum var lokað, að þá fækkaði tilkynntum nauðgunum 43%. Og þegar við opnum aftur staðina, að þá fjölgaði aftur tilkynntum nauðgunum.
Þetta segir okkur, þetta ekki álög, þetta ekki lögmál, þetta hegðun sem við getum unni með. Þannig að það var farið og búið að vera áðum, sérstaklega með Reykjavíkurborg sem ég verða hrósa og skemmtistaðaeigendum í borginni, þar sem farið var í átakar en að skoða til dæmis húsnæðismálin, lýsingu, hvernig væri hægt að passa að það væri ekki staðir sem hægt væri að fremja ofbeldisbrot á inn á stöðunum. Það líka umræðum byrlanir og fleira. Og síðan átti ráðherrann okkar frumkvæði því að víkka þetta út og taka þetta inn í átak sem að þið kannski hafið tekið eftir, sem að kallaðist allt í góðu. Það sem að strætóbílstjórar, leigubílstjórar og aðrir voru svona hvattir til að vekja athygli, skoða það hvort að væri að hagnýta sér einstakling sem ekki getur sporna við. Þannig að þetta eru forvarnir að reyna að bregðast við áður og þetta áhætta í umhverfinu sem að við verðum virkilega að skoða og erum að skoða. Fólk meðvitað þetta þó þetta sé ekki sérstaklega í umræðunni. Vegna þess að við skoðum forðunaraðgerðir, að þú veist, kannski ekki gott orð forðunaraðgerðir, en ok, þetta þýðir það að fólk sem að óttast að verða fyrir kynferðisbroti, það forðast illa upplýst svæði, forðast fámenn svæði eða götur, forðast augnsamband við ókunnuga, forðast skutlarþjónustur, þetta var eitthvað af því sem kom fram, og þið sjáið gríðarlegan marktækan kynjamun þarna, og það bara fullkomlega eðlilegt að þetta sé eitthvað sem að annað kyni þarf bara að hafa í huga í sínu lífi. Eða þetta eitthvað sem að við þurfum að skoða og horfa á í heild, breyta menningu, hugsa þetta út frá öryggissjónarmiðum, hvernig getum við hannað umhverfi okkar með lýsingu og þess háttar. Mér langar aðeins að nefna dæmi sem að vísu varðar ekki kynferðisbrot, en ég hef oft hugsað þetta. Það mörg ár síðan ég fór til Bretlands og þá var verið að tala þessa samfélagslöggæslu sem við erum alltaf að reyna að efla núna. Samfélagslöggurnar eitthvað sem við viljum virkilega styrkja og bæta. Og þar voru verið að fara í hverfi og greina vandamáli í hverju hverfi fyrir sig. Og í einu hverfinu var bílaþjófnaður mjög stórt vandamál. Og þegar við erum að tala hverfi þá erum við að tala fleiri heldur en á Íslandi. Þetta alveg mikill mannfjöldi. Og þar var farið í átak að búið að greina það að það væri sérstaklega 2 tegundir af bifreiðum sem væru líklegast til að verða stólið. Það var farið í samstarfið með tryggingafélög og fleiri þar sem það voru sendt bréf til eigenda slíkra bifreiða í hverfinu, tilkynnt þessa áhættu, boðin að kaupa eitthvað búnað á hagstæðum kjörum. Það var líka farið í samstarfið við sveitarfélagið og lýsing skoðuð og bara hreinlega umhverfið rýnt, alveg eins og við gerum í umferðarörygginu og öllu því. Þannig að ég kannski að koma þessum skilaboðum, kynferðisbrot, ofbeldisbrot. Við eigum líka að skoða nærumhverfið okkar út frá þessu og við eigum líka að horfa það út frá vinnustöðunum, út frá áreitni. Við þetta gaman að vita hvað koma margar tilkynningar áreitni og kynferðislega áreitni og jafnvel ofbeldi sem eru tilkynnt sem hluti af hættu á vinnustöðum. Það gaman að sjá þær tölur. Ég nokkuð viss að þeim fer fjölgandi. Og hvað hægt að gera og hvernig komum við þessum skilaboðum áleiðis? Það var mjög áhugavert að heyra hjartahlauparann. Þess að þarna kom fyrirtæki sem ég hef mikla mætur á við sögu sem 112. Og í COVID fengum við dálítið fjármagn til að bæta einmitt forvarnir, vitundavakningu og reyna að hjálpa til að koma skilaboðum mögulegt ofbeldi til þeirra sem að geta orðið fyrir því, fá fólk í samstarf. Og við lögðum aðeins höfuðið í bleyti og það var alveg hægt að búa til einhverjar sjálfstæðar síður, en þá hættan svo að svo bara líður ástandi hjá, þá fer fjárveitingin eða einhver sem brann fyrir þessu, fer í önnur störf og svo videre. Þannig að við veðjuðum á 112 og byggum til rafræna gátt sem heitir 112.is og ég vona að þið hafið vitað af. Þetta algjörlega magnaður stafrænn vettvangur fyrir allskyns upplýsingar, bæði líka til að biðja hjálp því að krakkarnir okkar, allavega krakkarnir mínir, þeir taka ekki síman og hringja, þeir senda skilaboð. Og þeir gera það líka í 112. Þannig að við getum átt samtal við neyðarverðina, fengið allar upplýsingar þarna, panta tíma þvert á og séð dæmi. Til dæmis í ofbeldissambandi þá áttar þið ekkert endilega á því fyrir en eftir langan tíma að það sé þinn veruleiki. Og þetta allskyns flóknir hlutir sem þarna að baki. Þess vegna þetta svo víðtækt vandamál eins og raunin ber vitni.
Þannig að þarna eru til dæmis bara reynslusögur, það er að tala við neyðarvörð, það er á fleiri tungumálum, það er horft á mismunandi hópa, það er horft á börn, það er horft á fatlað fólk, það er horft á allskyns hópa og við tókum samtal við alla hópana. Eldri borgara, hvað er líklegast að þau sé að verða fyrir hugsanlega einhvers konar kúunum í tengslu við netnotkun eða eitthvað slíkt, að sé verið að stela af þeim jafnvel sparifé margra ára eins og við erum að sjá með stafrænum brotum núna allt og mikið af og allt og lítið af því tilkynnt til okkar. Þannig að við tókum þennan vettvang og hann er stafrænt ofbeldi, mansal og allskyns fræðsla og forvarnir. Á sama tíma fórum við í vitundavakningu og það var allskyns samstarfsaðilar, við erum að tala jafnréttisstofu, öll þessi samtök sem hafa verið að búa til efni fengu núna 1 heimili fyrir efnið. Þannig að það er hægt að fara þarna og skoða og voru tekin sérstök vitundavakningar átök og við erum ennþá að vinna með þetta bara eftir því sem hvað kemur upp hverju sinni og við sem sagt teljum að það sem við höfum lært á þessu öllu saman er að öryggismenning og forvarnir, þetta snýst samstarf og samtal. Þetta er þessi þjónusta. Við erum öll í þjónustu. Lögreglan er þjónustubatteri. Við erum ekki lengur valdastofnun, við erum þjónustustofnun. Við byggjum á því að hafa lögmæti í okkar starfsemi og það byggir allt á trausti. Við þurfum að eiga samtali samfélagið, við þurfum að vera í alþjóðasamskiptum og við erum í alþjóðlegum veruleika og ég meina það er til dæmis unga fólkið okkar lítur á brot af hálfu lögreglu, ofbeldishegðun lögreglumanna á erlendri grundu, þau gera ekki greinarmun á því og ofbeldishegðun lögreglumanna á Íslandi. Það er bara ofbeldi lögreglu. Þau búa í miklu alþjóðlega umhverfi heldur en við, allavega við sem eldri erum. Þannig að við þurfum að mæta því hvernig við getum tekið samtalið og útskýrt munin og bara líka unnið bara þvert á mæri. Ég til dæmis var svo heppin, ég var að koma frá Indlandi núna, þar sem ég var að vinna með 44 mismunandi þjóðernum á vegum Interpol og þar var umfjöllunarefni traust. Traust á milli lögreglu, traust lögreglu við samfélagið og traust við ytri hagaðila. Og það var kannski þess vegna sem ég var svo ánægð að fá boða að koma hingað vegna þess að ytri hagaðilarnir eru mjög mikilvægir, við höngum öll saman. Við verðum að hafa þessa grundvallar þætti, samstarfið, traust, samtalið til þess að við getum reynt að fyrirbyggja tjón fyrir samfélagið, hvort sem það eru vinnuslys, ofbeldi eða hvað nú er. Og þess vegna er svona vettvangur svo ótrúlega dýrmætur. Takk fyrir mig. Takk fyrir spurningar. Bestu þakkir Sigríður Björk, sláandi tölur sem hún sýnir okkur hér á tjaldinu. Heimilisofbeldið falið, en við búum sem betur fyrir í forréttindasamfélagi með við til dæmis Indland, Afríku, Suður-Ameríku. Fjölmiðlun hefur orðið mjög sterk á Íslandi. Ég hef stundum sagt að árið 1975 þegar Dagblaðið er stofnað, fyrsta íslenska rannsóknarblaðið, stuttu síðar Helgarpósturinn, þá byrjum við að afhjúpa samfélagið. Áður fyrir földum við það. Það var allt í lagi. Það var engin drykkjudóni til í samfélaginu. Það var ekkert heimilisofbeldi. Það var ekkert barnanið til. Þetta var fullkomið samfélag, en við bara földum það. Núna hins vegar höfum við með kröftugu lýðræði, tjáningarfrelsi, fjölmiðlum, umræðu, sýnt samfélagi sinni raunverulegu mynd. Og þess vegna sjáum við þessar tölur. Þetta er kannski ástæðan fyrir norræna módelinu, norrænu þversögninni, að það er svona mikið heimilisofbeldi hér vegna þess að það er fjallað svo mikið það. En mér langar að spyrja Sigríður Björk, heimilisofbeldi og ofbeldi almennt. Hvernig sjáið þið myndina? Er þetta yfirleitt sama hegðun? Er þetta fyllirí? Er þetta atvinnumissir? Er þetta brogað uppeldi? Sjáið þið einhverja mynd? Það er engin ein mynd, þetta fer í gegnum allt og það til dæmis, það er kalla til ábyrgðar eru þeir sem eru að vinna með gerendur
og ég heyrði áhugavert viðtal við þá einhvern tímann fyrir ekki margt löngu þar sem að þeir töluðu sérstaklega það að drykkja eða vímugjafar kom oft við sögu og þetta sem sagt ofbeldishringurinn, ég veit ekki hvort að mörg ekki að þekkja, það byrja sem spenna, síðan kemur þessi ofbeldisatburður, svo kemur svona sátta tímabil eða uppgjör og svo kemur góði tíminn. Og það sem til dæmis lögreglan gerði var það í staðin fyrir að koma inn þegar atburðurinn varð og ætla svo að fara að rannsaka máli seinna. Það virkaði ekki, við náðum ekki málum fyrir dóminn þannig. Við náðum með því að fara á staðinn og rannsaka allt bara á staðnum að því að annars bara færist hringurinn. Og þessi karlar til ábyrgðar komu með þá sem sagt skýringu að fólk kæmi oft til þeirra gerendur það að og reyndu að fara í meðferð eða eitthvað slíkt til þess að rjúfa hringinn, en svo rofnar hringurinn ekki, af því að þetta eru aðrar ástæður. En það skiptir líka máli að horfa á gerendur og horfa líka á börnin, en að þess að þau vita nákvæmlega hvað að gerast. Þau geta bara komið inn og þau vita nákvæmlega hvað hringurinn hverju sinni staddur. Okkur hefur tekist ágætlega til á mörgum sviðum öryggisþátta í samfélaginu. Það tók okkur ekkert afskaplega lengi að taka upp almenna notkun á öryggisbeltum. Það tók okkur mjög stuttan tíma að taka upp öryggishjálminn ef svo má segja á skíðum. Nú sér maður alltaf skíðamann lengur á þess að vera með hjálm. Hjólandi fólk sömuleiðis. En á öðrum sviðum gengur okkur hægar. Sérðu einhver skil þarna á milli? Af hverju tekst okkur svona vel upp á sumum sviðum? Það vegna þess að það svo sjálfgefið eða hvað að gerast? Ég til dæmis að þú horfir bara á öryggisbeltin, þá held ég það nú fyrst og fremst verið því að bílarnir fóru að æpa og góla þegar þú settir ekki belti á, þannig að það var rauninni breyting og það var sem með ljósin líka allt í einu bara breyttist það, þannig að það var ekki einhver ægilega góð og breytt hegðun okkar, ég held að það hefur hreinlega bara verið vegna þess að það var ný hönnun á bifreiðum. Óþolandi hljóð. Óþolandi hljóð, þannig að þú þarft þá að hafa fyrir því að spenna þig framhjá. En ég held að sé að nást árangur. Árangurinn í aukinni umræðu, fleiri dómum og því að fyrirtæki og samfélagið að taka málin upp á sína arma og viðurkenna þetta sem hluta af okkar umhverfi og að það getur verið að samstarfsmanneskjan þurfi sérstaklega á þess að halda. Það getur líka verið að það þurfa að grípa til sérstaklega ráðstafana tímabundið. Þessi mál kom ekkert alltaf til okkar, bara alls ekki. Og líka bara hegðun eins og kynferðisleg áreitni og svo framvegis. Þetta hefur breyst mjög mikið vegna umræðunar. Og líka fjölmiðlana, ég vil bara segja það, þegar ég byrjaði í lögreglunni fyrir mjög mörgum árum, að þá voru fjölmiðlarnir svona eins og óvinur. Þeir voru að skipta sér að einhverju, hnýsast í eitthvað, þeir voru mættu algjörum afgangi í okkar forgangsröðun, en við sjáum það að þetta bara gríðarlega mikilvægi samstarfsaðilar í dag og við þurfum að hegða okkur vel og taka mark á því sem þeir segja og gera og oft frétta fjölmiðlarnir á málum áður en lögreglan fréttir að. Þannig að við erum í rauninni komin í þá stöðu að við þurfum að hafa gott streymi ekkert síður en þeir til okkar. Við erum hlauparar. En aðeins óttann, talaðu óttann. Óttann fylgifiskur mannkynsins. Hvað heldur þessi mikill ótti í Tyrklandi núna? Hugsum til þeirra sem þar sárt að binda. En hvað óttastu mest vegna þess að samfélagið að breytast og það að breytast svo ört? Glæpir á netinu, alls konar glæpir á netinu, gagnvart börnunum okkar, gagnvart fyrirtækjum, gagnvart heimilum. Þetta aukast mjög hratt og maður hefur á tilfinningunni að glæpa iðnaðurinn sé aðeins á undan okkur. Það er nákvæmlega sem ég óttast. Ég óttast það að við séum ekki nú dugleg að átta okkur á umhverfinu sem börnin okkar í, á öllum glæpunum sem í gangi. Það mjög lítið af þessum málum sem koma til okkar, kannski af því að við erum ekki að standa okkur nógu vel og við erum mjög vakandi fyrir því. Við fórum á stað með stafrænt átak núna fyrir 8. bekk, einmitt til þess að það var komið svo mikið af kynferðisbrotum, þar sem að ungt fólk var að senda myndir í óþökk annarra sem hreinlega bara brot, bara refs yfir háttsemi. Og það var ekkert víst að þau var að átta sig endilega á því hvaða afleiðingar það getur haft. Þannig að við vorum einmitt að fara inn og sáum hvaða var mikil þörf á þessari fræðslu. Og þarna þurfum við einmitt að leggja miklu meiri áherslu og erum að leggja áherslu á það einmitt núna með samfélagslökunum sem eiga samtal við samfélagið. Ég held að það sem við töpuðum
við gömlu forvarnirnar, þegar lögreglan kom í alla leikskóla, alla grunnskóla og svo framvegis, það var samtalið við unga fólki okkar. Ég held að við munum aldrei geta átt gott samfélag með góðri menningar þannig að það sé gott samtala á milli lögreglu og ungmennana og þar þurfum við að standa okkur betur og þar erum við að standa okkur betur. Östu, það var að koma á spurning úr sal. Takk fyrir það. Þegar við tölum heimilisofbeldi, sérðu einhverjar breytur sem varða ferðamenn sem koma hér í milljónatali og erlent fólk sem kemur til starfa og sest hér aðjavel. Eru þar einhverjar breytur? Ef við skoðum tölurnar, það er fjölgun á brotum, en það er hraðari hlutfarsleg fjölgun á tilkynntum heimilisofbeldi. En svo náttúrulega erum við alltaf að horfa á það að lögreglan að vinna með þau brot sem eru tilkynnt til okkar. Og ég velti líka fyrir mér, eru ferðamenn að tilkynna brotin sem þeir verða fyrir? Erum við að fá allt inn á okkar borð? Er þetta raunhæf marktæk mynd? Þarna gæti verið tækifæri, til dæmis ferðaiðnaðurinn. Mjög mörg hótel tóku sér til og þjálfuðu starfsfólki sitt í að bera kennslu á mögulegt mansal eða misneytingu gagnvart fólki sem er að fara, einhver aðstöðumunur og vera að fara með fólk inn á hótelherbyggi til dæmis. Þetta er það sem við erum að tala um. Þetta er ekki lögreglumál, þetta er samfélagsmál. En við þurfum náttúrulega til þess að fá heildarmyndina, geta gert áætlun, geta eftir hana, geta átt samtalið, þá verðum við að fá upplýsingarnar. Og upplýsingarnar byggja á því að við höfum traustið. Þannig að þetta hangir allt saman. Ef að trausti hverfur, ef að samtalið er ekki til staðar, fáum við ekki myndina og þá erum við ekki að bregðast rétt við. Þannig að svona samtal við lykilfólk eins og ykkur, það sem að þið byrja að hugsa út frá ykkar sjónarhóli, það bara skiptir gríðarlega miklu máli. Bestu þakkir, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri.